Markus Alexandersson, vertu hjartanlega velkomin í sjókastið. Já, þakka fyrir það. Er þetta í fyrsta skipti sem þú ferði í svona formlegt viðtal? Nei, það er nú ekki fyrsta skipti. Þetta hefur nú ekki alltaf endilega verið svona, tekið svona upp nákvæmlega sko. Nei, ég var líka bara aðeins að stríða þér. Ég veit að hérna þú ert svo frásagnarglaður maður að það slegist að fá þig í viðtal. Já, ég veit nú ekki það. Byrjum aðeins á einu. Hérna, þú ert ekki hérna svona unglapa eins og ég. Hvenær ertu fæddur? Ég er fæddur 1. júlí 1934 á Grönd í Kolbeinsstaðahrepp, Hnappadalssýslu. Þú ert að verða 91 árs gamall? Já, ég er að verða 91 árs. Ég hafði alltaf, í Bandaríkjunum þá var ég í vandræðum sko, þar stóð alltaf á pappírum ég var fæddur í Reykjavík og einhvern tíma var ég spurður að í Amerikanið, is it real? Og þá sagði ég, nei, ég er nú í raun og veru fæddur í Grönd, Kolbeinsstaðahrepp, Hnappadalssýslu og Íslandi. Og þá sagði hann, no wonder you changed it to Reykjavík. Það er ekki séðans að bera hitt fram. Þú ert alveg upp í Laugarnesinu eða ekki, eða hvernig var það? Jú, ég er nú náttúrulega fæddur vestur á Grönd og þar er ég til 4 ára aldurs. Já. Þá fær faðir minn starf sem mjólkureftirlitsmaður hérna í Reykjavík. Já. Hann hét Alexander MacArthur Guðmundsson og var fæddur í Winnipeg. Hvað var millinafnið, sagður? MacArthur. MacArthur, ok. M.A.C. Arthur. MacArthur. Og hann var skýrður eftir skoskum heimilislækni sem að reyndist af og að mjög vel meðan þau voru í Winnipeg frá 1900 til 1907. Ok. Og þau fluttu aftur til hérna Íslands? Já, amma vildi nú ekki flytja heima því að þau hefðu það gott í Kanada og kom úr einhverju moldarkofa hérna á Íslandi sko, en afi hann eirði ekki og þau fluttu heim aftur. Ok, og sko, svo ert þú alveg upp í Laugarnesinu, það er einhver þarna saga með það að pappin, sko, hann er mjólkurfræðingur, en var hann ekki með ísgerð líka í ísbúð? Jú, hann stofnar fyrstu ísgerðin á Íslandi. Já. Kom bara eitthvað mjög fyrir út í ramma bara. Herðu, ok, þurfum að byrja alveg frá byrjun eða? Frá þessu, ok. Þá var ég ekki klipt í vammeklós og bara vítt. Ok, herðu, fyrirgeðu, þú ert hérna, já, faðin var með hérna ísgerð, segir í Laugarnesinu? Já, hann stofnaði rjómaísgerðina árið 1946 sem er fyrsta ísgerð á Íslandi, að vísu var hann ekkit fyrstur að framleiða ís, en það fyrsta svona ísversmiðja. Ok. Sem er svona svipað kjörisir í dag sko. Já. Er þessi ísgerð ennþá til eða var hún keypt Nei, hún var Friðrik bróðir minn tók svo við henni og var með hana í Auðbrekku í Kópavogi. Já. En hann seldi hana 93 eða 4 eitthvað svoleiðis. Já. Hún náði nú ekki alveg, hún náði allavega ekki 50-aldrinum en tæplega þó. Ok. En þú elst upp í Laugarneshverfinu, svona slítur barskónum þar og hvernig var svona þessi tenging þín við hafið? Af því að seinna meir gerðustu sjómaður og mætti eiginlega segja þú sért ennþá á sjó í dag. Það er alveg mjög stutt síðan þú fór síðast til sjós. Hvernig byrjaði þetta að þú elst upp í Laugarnesinu og byrjar að stunda sjóinn? Já, það var nú þannig að sko ég ætla aldrei að verða sjómaður vegna þess að ég held ég hreinlega bara gæti það ekki því að við vorum oft að fara með Laxfossi og upp í Borgarnes, heimsækja skildfólkið fyrir vestan og maður var í sveit og af og og svona og maður var, ég var bara sjóveikur strax bara fyrir minni Hvalfjarðar sko, ég var og ég reiknaði með ég geti aldrei orðið sjómaður sko og svoleiðis en svo er það bróðir minn ætlaði sér alltaf að verða sjómaður, hann var ári eldri en ég og hann er búinn að vera eitthvað hérna á fiskibátum og togurum og 1952 veturinn þá fer hann til Noregs til þess að ná sér í farmannaréttindi. Ok. Því hann ætlaði sér að verða farmaður. Var ekki hægt að taka farmannsréttindi í stýrimannaskólanum hérna á þessum tíma? Nei, þú þurftir að sko hafa ákveðin siglingatíma sem farmaður til að komast í farmannadeildina. Og til að fá stýrimannsréttindi hérna á farskipum þurftur 36 mánuði þegar þú varst komin út úr skólanum. Var þetta þá styttri leið að fara til Noregs? Já, það var ekkert að það voru svo fá farskip á Íslandi að það komst enginn þar nefnir gegnum einhverja klíku sko. Ég skil.
og þetta Ísland var allt bara kunniskapur og klíka, það var ekkert annað sko. Er það ekki eins í dag? Já, og hérna hafa nú ennþá verið þá sko. Og mér langaði að læra vélvirkjun en ég komst hvergi að læra og svo enda með því að því að bróðir mér var farin út á undan og hann segir svona við mig, ef þú ferð út að vorið til þá var nóg að plássum í Noregi. Og ég fer út þarna vorið 52 og hérna ég 17 ára, ég er að verða 18 ára þá sumarið. Og hérna ég kemst þarna fljótlega náttúrulega á mitt fyrsta skip 6.000 tonna tankara sem heit Etnifjell og það nú það endaði nú ákaflega tragist þetta skip 1967 þá lifðu, það kveiknaði í því og það lifðu af 3 menn 30 fór í björgunarbátan og björgunarbátandi týndust. Almáttu, menn Etnifjell var þetta oljutankskip? Þetta var tankskip en eins og með mörg tankskip þegar þau fóru að eldast þá var þeim breytt í málflutningarskip. Ok. Það því að tankarnir tærðust upp sko. Já. Og þá var smíður svona málflutningarlest inn í það, málflutningar er svo þungur sko, það kom bara ný lest inn í og honum hafði verið breytt þannig og brúin flutt aftur á. Og eins en það var náttúrulega miðskipsbrú á honum upphæðlega sko. Og þetta endaði svona tragískan hátt en varst þú ert þannig ungur maður og ferð út á Etnifjell varstu lengi á þessu skipi? Já, ég fyrstu 11 mánuðina mínu til sjós ég þarna bárði þessu skipi. Og hvert sigldu þið? Já, við sigldum víst og breytt, við fórum sko allavega frá vestur til Bandaríkjanna, við vorum með Miðjarðarhafi, við vorum náttúrulega í Persaflóa, í Kuwait og hérna og við vorum þarna líka í Sádi-Arabíu, Ras Tanura og við fórum austur til Japans. Já. Og þá við nefnilega lestum í Ras Tanura sem var í Sádi-Arabíu fyrir hérna herskipin sem voru að berjast í Kóreustríðinu. Já, ég ætla að segja, er þetta ekki átaka tímar? Nei, það var nú engin hætta, við sigldum nú ekkert, en við fórum til Suður Japan. Já. En við fórum aldrei inn fyrir hættulínuna sko. Nei. Já, fórum til Sasebo í Suður Japan sem var herskipalægi þar. Já. Og þar losuðu við oljuna fyrir þessi herskip sem en það náttúrulega sko Sameinuðu þjóðirnar að berjast þarna í Kóreu sko. Já. Þetta var allt í nafni Sameinuðu þjóðana sko, þó að Bandaríkjamenn væru náttúrulega aðalaflið á bakvið það sko. Já, en þurftu þið fylgd og svona, þurftu þið herfylgd þegar voru að sigla? Nei. Voruð þið öllu viðbúnir bara borð ef eitthvað kem upp á? Já, það var engin svoleiðis hætta. Nei. Þeir sko Norður-Kóreu menn voru nú með einhver skip en þau voru nú þarna bara við landamæri Norður-Kóreu og Kína sko, einhverstaðar að þvælast. Kaninn hefur náttúrulega afgreitt það í kvelli ef þau komið sunnar. Já. Hvernig var að vera svona, ég reyna að setja mig inn í hennar hugarheim, við erum að tala sko, þetta yfir 70 ár síðan, þetta ekki kannski svona rútínusiglingar eins og að vera á kaupskipi í dag að afhenda það brott fyrir klukkan 12 á miðvikudegi og þú ert að afhenda 30 gáma í Rotterdam klukkan þetta hefur eitthvað allt öðruvísi það ekki, var ekki landlegur og Jú, þetta var sko tankararnir þóttu nú ekki menn sko normennir fórum borið í tankarna til að spara peninga því að þeir komu lítið í hafnir og lágu stundum olíu hafnirna voru langt fyrir utan borgirnar sko. Já, þannig að þú hefur verið á svona hefbundu flutningaskipi þá hefur kannski fengið lengri landlegur. Já, en ég náttúrulega réði því ekki hvernig á fyrsta skipinu því að ég kem þarna til Noregs og ég náttúrulega aldrei verið til sjós og ætla nú að reyna að fóra á ráðningarskrifstofuna, þeir voru náttúrulega með þetta svo stór norski floti, það var 4. stærsti í veröldinni. Já. Þeir náttúrulega með ráðningarskrifstofur fyrir dekkið og vélina og kokkarið og þetta var allt svona aðgreint sko. Og hérna ég kem þarna inn og ætla að fara að ljúga manninum að ég hefði nú verið eitthvað til sjós, hann alltaf sá í gegnum þetta alveg og sagði bara já, þetta er allt í lagi segir hann og ég finn skip fyrir þig en
frænka mín, hún var að fara að byggja hús hérna fyrir utan Oslo og það vantar mann í vinnu Já, og ég var hérna með öðrum Íslanding sem var mikið eldri en ég, hann var búin að vera í siglingum, hann var 26 ára sko, já, old timer fannst mér sko og við fyrir hérna í vinnu upp í sveit fyrir utan Oslo og það var einhver sveitasími þar og hann segir svona, ég finn pláss fyrir ykkur og á fyrsta degi þá finnst pláss hérna fyrir þennan mann minn, ég man ekki hvað hann hét hérna, allavega veit ég að hann druknaði í Curaçao 1956 já, þessi maður, ég frétti það lengur seinna fyrir tilviljun og en ég að vinna þarna í eitthvað vikutíma og þá hann búinn að finna þarna Dex dreng, sko, ég kem að það sem ég á mönstra hjá honum og segi tankbót ekki gott, ég talaði ekkert norskinu sinni, tankbót ekki gott tankbåt ekki og þá gott byrstir hans og segir det er en god båt gott rederi og gode officerer já, já þú varst í góðum höndum þannig þetta er Etnifjall, það ekki, erum við ekki ennþá að tala um það, þú varst að munstra já, Etnifjall, jú, þetta er bara 52 þetta var að byrja og hvað tók við eftir þess 11 mánuðum borðið þessu skipi? Já, þá fer ég nú munstra ég af í London og það kemur flugvél með nýja mannskap frá Oslo, DC-3 og okkur er boðið tombólu prís til að fljúga til Oslovar en ég ætlaði annars að fara með pólskum minnum, vaktfélaga mínum til London, hann ætlaði að sína með London Okay. En það var ekkert úr því að ég fór upp í flugvélina með Norjörunum og flög til Oslovar upp í þristinn þristinum já. Og þetta þótti svaka flugvélar þá maður já, heldur betur svo við vorum eitthvað 20 borð svo hérna þá mönstra ég borð í Vilhelmsens skip sko, þeir Vilhelmsen var með 50-10.000 tonnara já. sem voru línuskip 18 mílna skip sko. Já. 50 stykki af 10.000 tonna skipum já, 50 svoleiði stykki sko. voru öll með 2 miðskip sko. voru með sko 3 lúan var á milli miðskipana sko, og vélin var í allra miðskipinu og svo tókuðu 12 farþegar líka já. og þetta voru glæsileg skip sko en Vilhelmsen línan þóttu nú vera alltaf svona sparsum til dæmis sem voru fræði fyrir það að vera eitt egg í frúkost já. og svo gekk svona hálfgerð vísa þá black, white and blue sorry for you nothing to eat but plenty to do Vilhelmsen line for speed and service þetta var farið með þegar maður kom að borð þá fóru strákarnir með þetta fyrir maður kendi manni þetta það hefur ekki flætt mikið í einhverjum allskins nægtum þarna borð það var ekki mikið nei, það var frekar spallega auðvitað var höfðum við nóg að éta sko, en það var ekkert borðið ómikið í það nei. Bara eitt egg í hádegismatinn, ekkert meira það var í morgumat já, morgumat, eitt egg, það önnur skip voru alltaf með 2 já, það er ekkert annað Herðu, og varstu lengi þannig? Ég er þarna 6 mánuða túr já. Og svo áttu að fara á Ástralíu en þá lendi ég nú eitthvað upp á kant við eitt stýrimannin og hann kærði mig til skipstjóra fyrir að ég átti að fara á einhverja bísavakt eins og köllu var eða þjófavakt í 6 lúgunni og ég sagði hann að ég var ekki búin að borða kvöldmat hann klagaði mig til skipstjóra hvaða vesen var á þér að nenni ekki að standa vaktir ég vildi bara fá að geta á þér þetta var bara rugl sko og ég kallaði fyrir skipstjóra og hann var ég kem þarna inn til hans og hann er á með hjákonu sína hjá sér því að við fengum 3 hjúkkur sem voru að koma úr Kóreustríðinu og það þurfti að koma þeim ádýran hátt til Noregs og þar voru þarna borð hjá okkur það var nú eins sem flutt inn til hans og það var nú kallið var nú bara laus og sko ekki maður held ég já. En hérna 2 fengu þær frið fyrir já þær fengu frið, þær voru hérna í Síkiluggarden
Já. Það voru settar þar 3 inn og voru aldrei nema 2 því að hinn flutti strax, þessi elsta flutti strax inn til skipstjórans. Ég skil. Já. Þetta óskup eðlilegt bara. Já. Og hérna hann kallaði mig fyrir og svo segir hann sko við hann, þú getur nú fengið séns á að vera áfram með borð og þá segir ég vil ekki vera bord på noen chanser, sagði ég sír upp. Já, þú vildir ekki taka skömmum fyrir að hérna Nei, hann hefði ekki missa kvöldmatnum. En séns náttúrulega tvírætt orð sko. Já. Og ég tók það upp á neikvæðan hátt sko. Já, og tók skipstjórnum Ég komst aldrei til Ástralíu. Já. Ég var alltaf að sé eftir þessu. Já. En þá var meiningi var sko að þá var þetta það að menn voru að stinga af í Ástralíu og ég ætlaði að gera það. Já, þið langaði bara til að setja stað þar eða eitthvað? Já, þess vegna sko. Já. Nú töluvert af Íslendingur sem að búa í Ástralíu. einhver af þeim sem að Nei, það löngu setna sem það kemur til. Þetta 1953 sko. Já, ég gleymdi hvað við erum að tala langt aftur í tíma. Já, það ekki fyrir 68, 15 ára setna sem Íslandingar flytja til Ástralíu í einhverju mæli. Já. Var ekki 800 sem fluttu þangað? Jú, ég held að sé 2-3.000 búsettir í dag sko. Já, og það voru 3.500 Íslandingar sem fluttu bara til Malmö hérna þegar síldin hvarf. Já. Og 800 til Ástralíu. Já. Og svo fluttu náttúrulega til annara landa líka. Já, herðu, hvernig gerist það svo að þú fórst í stýrimannaskólan? Varstu búin þá að taka út allan siglingatíma til sjós og landa? Já, ég kem nú heim eftir 2 ár, sko, þá ég bara á togurum hérna og svona. Og svo fer Friðrik bróðum búið með stýrimannaskólan 56 og fer út til Noregs og fær þar þriðja stýrimannsjobb á skipi sem var að sigla í Karabían og Bandaríkjunum. Og ég fer þá með hann út og munstra út sem hásiti. Svo þegar ég þarna hvort það eitthvað árið setna eða eitthvað svoleiðis, þá skrifuðu náttúrulega á í bræðutin, þá fæ ég bréf frá Frikka, þá var hann orðinn stýrimaður hjá United Fruit Company. Já. Svaka flott jobb, vellaunað og flott skip og allt. Og þá segir hann í bréfinu ég búin að fá leið á því að hafa þessum hásita blók hjá Nájurunum. Já. Og ég búin að ráða þessum þriðja stýrimann hérna hjá kompaníinu. Já. Þau hefðu búið með skólan. Já, þetta voru skilyrði sem að var að setja þér, að þú ættir að hunskast í skólan. Og svo sagði hann og hafði einhver ágjörð því að ég skal styðja við bakið á því fjárhagslega og þú þarft á því að halda þér. Já. Svo ég drýf mig heim, sko, 58 fyrir í skólan, sko. Ok, og hvað varstu lengi? Já, náða að komast beint upp í annan bekk. Það var undirbúinu stilt halvu mánuður. Já. Og ég rétt marðið það að komast upp. Og hvað þurftur að gera til þess að sleppa við hérna fyrsta bekki? Það var enska og það var danska og það var íslenska og það var náttúrulega ekkert mál með það, en ég var slakur í reikninum. Ok. Það var nú hæskefið 8 og fallið var 4 og ég fekk 4 í reikningi. Já. Og ef ég hefði ekki komist upp í Annabekk, þá hefði ég aldrei farið í skólan. Þá hefði ég bara farið eftir til Noregs og munstra út sem hásita eða bossmaður eða eitthvað. Hvernig var að vera í stýrimannaskólanum á þessum árum? Þannig stýrimannaskólinn sko, eða sjómannaskóla húsi, það tiltölulega nýtt, það bara 10 ára gamalt cirka þegar þú byrjar í honum. Var mikil stemning hana? Varst á vistinni? Já, þetta var náttúrulega bara virðulegt að fara í stýrimannaskóla. Það var náttúrulega einn flottasta bygging og ábyggilega flottasta siglinga eða sjómannaskóli í veröldinu, segi ég, með vita á öllu, sko. Já. Ég efast að finnist annar eins. Það er alveg rétt, nú er enda búið að byggja fyrir vitan. Já, það er aftur annar mál, sko. Það er aftur annar mál. Það er ekki sjómannaskólanum að kenna. Nei, það er einhverjum öðrum að kenna sem að byggja fyrst hús og fattaði svo. Já. Hvernig var stemningin hann í skólanum á þessum tíma? Varstu á vistinni sjálfur? Nei, ég bjó í Reykjavík bara hjá foreldrum mín og það. Já. Og það voru, með maður var að mennta sig, þá bjó maður heima. Þetta voru bara stöndugt millistétta fólk, foreldrar mínir og bjuggu í eigin húsi og allt eftir því og hérna þannig að ég gat ekki haft það betra. Og fyrstu fyrir til þess að læra eða var skemmtanalífið líka að toga? Skemmtanalífið, sko, ég held ég hafi mætt einn laugardag, sko,
og það var svo lítið kennt, það var svona eðlisfræði eitthvað verið að kenna á laugardögum og allavega í 3. bekk þá mætti ég bara fyrsta laugardaginn og svo sagði ég, drengir, nú mætti ég ekkert fleiri laugardaga því ég var að fara til, reknaði með að ég í Bandaríkjamaður sko. Ég var að fara út sem stýrimaður til Bandaríkjana. Bróðir var búin að ráða mig áður en fór í skólan. Svoleiðis að ég reknaði með að ég bara kanni. Ég kemur bara heim svona til að kíkja á stelpunnar og Já, ég segi, þú hefur ekki mætt í skólan á laugardögum í kennslu. Nei, það var alltaf maður fór á borgina á föstudagskvöldi. Já, með datta í hug. Og svo svaf maður yfirlega einhverstaðar út í bæ þegar Já, þú hefur allan að komast í gegnum skólan. Já, ég flög ekki, ég hafði voða lítið fyrir því að læra, voða lítið fyrir því. Já, ég trúi því. Já. En það hefur verið gaman ég ætlaði nú á hæskifu átti ég ætlaði að taka 7 ég dættir í 660 það var alltaf kæruleysi sko. Já, í meðalengun. Já, í meðalengun, já. Ég ætlaði að taka 7. Það er nú hægt að námynda það upp í 7. Þegar 7 var ágættisengun sko. Já. En þeir voru hæstir þetta Guðmundur Áskilsson hann dúksaði með 746 minni mig og Reynir Guðmundsson skóla þeir voru báður úr Lambástaða hverfinu og Seltjarnarnesi og hann var nú sonur skipstjóra útgerðar manns og skipstjóra í Faxaflóðunum og Reynir var þeir voru að slást efsta sæti mér minnir að Reynir var með 743 og Guðmundur 746 það munaði ekki meira á því með þetta sko þetta er rétt farið með tölun þá finnst mér alveg magnað og skuli muna þetta já, ég er svakalega minnur á svona sko já. Minnur á tölur að ég nefnilega held að þú hafir ekkert verið slappur í reikningi þegar þú varst að hoppa yfir fyrsta bekkin var ekki bara það þú áttir eftir undirbúningin sko hann bjargaði mér að Þorsteinn Heitin Þórðarsson læknir nei, fyrirgeðum siglingafræðikennari já Þorsteinn Heitin Þórðarsson hann fylgir bekknum okkar í gegn sko. Og hann með þessa undirbúningsdeild sko og hún í hálfa mánuð svo mánudag, þriðjudag, miðvikudagur og ég finn það strax að ég muni aldrei ná reikninum sko. Þá vissi ég það að ég færi ekki til skólan sko. Og ég mann það ég kem heim bölvand á ragnandi og mamma segir svona hvað gengur eitthvað illa hjá þig Markus minn já svo ég segi það já ég sé það ég næ ekki reikninum já ef þú ætlar að vera með þennan þangagang segir hún sko hún er alltaf að trúa mér sko já þá ætla ég að gefa þér eitt gott ráð hættu strax já það er náttúrulega komið góð að hún skildi segja þetta hún veist alveg hvað var að gera já þá er bara tvíelst svo ég fer bara ég skrópa í dag já þetta í fyrri vikuna já það bara fer ég á borgin og dett í það og mæti bara ekki daginn eftir og svo daginn þar eftir alltaf ekki verið á föstudegi það var náttúrulega kent á föstudag og laugardegi þá segi Steini Heitin Þórðar hann var nú með kjaftin fyrir neðan nefið sko segi Markus þú mættir ekki í gær akkur ekki ég skrópaði bara svo ég hef aldrei kunnað að ljúga sko ég bara kann það ekki nei og þá segir Steini já ég held að þú sést nú sá maður hérna inni sem hafa nú síst efna á því að skrópa segir og svo þegar tíminn búinn þá var hann með eitthvað svona græjur sem að kennslugræjur og þá segir hann svona heyrðu Markus mig getur ekki hjálpa mér að bera þetta fram á kennarastofu og strákarnir fara allir út og svo erum við að ganga fram ganginn og ég með þetta í höndunum og þá segir hann svona Markus minn hvað að ég sé það að ég kem aldrei til með að ná reiksprófuna hérna prófuna, það ekkert mál ég talaði nú frabli ensku og talaði norsku eins og innfættur og og þá segir hann það eru 2 piltar hjá mér sem eru auka tíma heima hjá mér á kvöldin 2 tíma á kvöldin og þú mætir bara í auka tímana og það kostar ekki neitt já og ég á honum að þakka ég bara komst í Bjarnabæk og fór í gegnum stýrimannaskólann
undir hans handleiðslu því að hann fylgdi svo bekknum alla leið út. Það stundum talað að grísa á eitthvað, að það sé svona heppni. En svo það að svína á einhverjum og það bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Vilmundur Víðir, þekkirðu hann? Já. Víðir kendi mér í stýrimannaskólanum og sá það að það var svona einmitt, hefði ég fæðst 50 árum fyrr, þá hefði ég ekki mætt á laugardögum og mér vantaði eitthvað aðeins upp á að því ég hefði ekki mætt í alla tíma í sko siglingaherminum og þá var akkurat dýllinn bara, heyrðu Arild minn, við förum nú ekki að fara að senka þér einhver ára af því að þú bara gast ekki vaknað í tíma, kemur ekki bara til mín á sunnudagsmorgun og við bara keyrum þetta hérna, keyrum upp kerfið svona tókum við nokkra sunnudaga saman, ég og Víðir alveg frábær kall En þú fórst svo eftir útskrift að sigla bananabátum með það ekki, varst ekki að flytja bananabátum í Bandaríkjunum? Ég byrjaði, þeir voru með undir Honduras-fánanu voru með eitthvað 20 skip, Já. Og þeir voru með 5 tröllafossa sem voru í sykurflutningum. 5 tröllafossa? Já, sama á tröllafoss sem var hérna stríðskip sem að Bandaríkjamenn smíða þarna í lok stríðsins. Já. Minna það voru 5.500 tonn, deadweight, minna mig. Og ég lenda á einu svoleiðis og þeir voru með svo mikla sykurekur á Kúbu. Já. United Fruit Company. Og þessi voru með 5 svona tröllafossa sem sigldu með sykur á Boston. Þar áttu þeir Rivier Sugar Factory. Og þeir voru á kaffi þessu og ég lendi þar. En svo ég svo helvíti heppinn maður að ég kem að borð með danskum fyrsta stýrimanni hérna og helviti fínur náunga sem var búin að vera að sigla þarna hjá þeim í 5 ára en var að hætta hann var að fara sem hafði fengið loforð til að verða lóðs í Frederikshavn í Danmörku. Bent Kristjansen hét hann var aðeins eldri en ég og hérna við erum sendir að því að við lendum hérna í Klössun í Newport News og þar erum við sendir yfir á gamla bananabát sem hétt Iriona sem að vann og átti nú fljótlega að fara í Broddahjálp og byggðu 27 og þau voru nú yfirleitt notuð í svona 30 ára þessi skip og við lendum þar og með kapten, ég manna var hérna norsku bandarækjamaður sem hétt kapten Strand hann var fættur í Noregi hann hafði sest það í bandarækjanum og það fýtt kall og svo hérna og svo erum við þarna á þessu í Iriona og komum til Puerto Cortés og þar var náttúrulega mikill gleði bær Hvar er það? Puerto Cortés í norður Honduras aðal banana útskipunin og það var svo maður náttúrulega hilsa upp á stelpurnar og svo var alltaf siglt það var klárað það var byrjað að lesta leið og myrkrið skall á út af verkamönnunum og líka kæling og lestum og svona og yfirleitt búið að lesta klukkan 4 á nóttun og siglt klukkan 5 og alltaf klukkan 4 það var tekið í gufuflautuna því að það var bara girðing og svo var hlið og svo var að gleði húsin bara hinn með girðinguna svo það var tekið þessa dimmrödduðu gufuflautu og þá nötruðu kofarnir og þá náttúrulega vöknuðu við sem vorum í landi Þið voru í landi Já, og ég var náttúrulega var búin á vaktin á miðnætti og fóð þá í land og svo kem ég hérna ég var svo nýlegur ég var svona best að flýta sér borð ég hleyp upp í hlið og að koma hlaupandi tilbaka komin inn hlið og kom hlaupandi tilbaka í kolsvartamyrkri og þá kallað Mr. Alexanderson take it easy we are not sailing without me það var kaptein Strand þá var hann að koma sjálfsagt og einhverju svipuðu merendagjörðum var hann að koma úr einu kofanum
almáttu minn. Þú er eiginlega, sko, þegar þú segir þetta þetta er svo fjarri manni, sko. Þeir voru að koma þannig í landi í Honduras fyrir meir en hálfri öld síðan og 65 árum síðan og þeir eru að kíkja á stelpunar eins og segir. Þú hefur nú verið hár og reffilegu kalla á þessum tíma, eða ekki? Svona áhugsun og myndarlega. Jú, ég var náttúrulega ennþá ljósaraðri vegna þess að út á allri sólinu sem maður var alltaf í, sko. Já, ég var 6 fett á hæð og eins og þótti að fínt í Bandaríkjunum. Varstu ekki svolítið vinsæll þá hjá dömunum? Jú. En það var náttúrulega aðalega dollarin sem var vinsæll. Já. En sko við skulum halda því til haga svo síðar á lífsleiðinni kynnustu konuðin og allt það ekki. Jú, ég kynnist konu minni 67. Já. Það er 17 árum eftir þetta. Já, það er 17 árum eftir þetta. Já. Herðu, já, hvað sko, þú varst í þessu siglingum í einhver ára, eða ekki? Jú, ég er þarna þangað til í desember 64. Já. Sko, það kemur til út af því að helvíti Castro, hann hafði svo mikil áhrif þarna í Mið-Ameríku, sko. Já. Sko, við erum náttúrulega þetta með gömul skip orðið aldrei, þessi barnaskip, sko, þau voru að fara eitt og eitt í brotajárn og það var verið að smíða ný skip sem að við áttum að fá. En út af þegar Castro kemst til valda þá halda þeir bara Mið-Ameríka sig að verða að lenda undir kommunismannu, sko. Og svo voru einhverju vinstri sinnaðar hann í Honduras, það var náttúrulega einræðisherra þar sem að var nú stýrt frá Bandaríkjunum. Já. En þeir voru náttúrulega búist við að geta orðið bylting þar eins og annar staðar. Já. Og þar var einhver kall sem að var að segja það að þegar að þeir tækju við þá myndu þeir meðal annars þjóðnýta skip, sko. Og við erum þeir eru þarna með 20 skip bara undir Honduras fána. Og þannig og þeir eru alltaf að smíða ný skip sem að við áttum að fá. Að því að þau voru bestreknu skipin hefur Jónatan Frútt voru undir Honduras fánanum. Þeir voru líka með 20 undir bandaríska fánanum, þau voru svo dýri rekstri, sko. Heldur að komanir hefði ekki rekið þetta betur? Já, en þeir verði eitthvað hrættir við þetta nýju skipin, það fara 300 hollandska fánan og 600 breska, þá voru þeir konum með siglingafána. Ok. Þetta bara í kringu 60. Hollandska siglingafána, svona þægjendafána, og Bretarnir líka. Og þannig að þarna fara bara nýju skip sem við áttum að fara, þau fara bara undir þessa fána og taka svo 3 lítil flutningarskip sem ekki voru nú bannaskip reyndar og syndu mikið á Bahameyjar og svona þess, að þau eru tekin undan Honduras fánan og sett undir Bahamaflagg. Okay. Og hvað tók við þá hjá þér, hjá Markusi Alexandersinni? Sko ég náði að verða fyrsta stýrimaður og svo var sett skip í skrap, þá datt mannir í annar stýrimaður og ég hætti út af því að það er engin framtíð. Þú varst náttúrulega að bíða eftir að verða kapteinn í þessu. Já, og ég þurfti náttúrulega ná 1 ári sem fyrststýrimaður til að fá skipstjórapappíra íslenska, sko. Já. Sem ég gat þá presenterað úti, sko. Já. Og fengi Honduras skipstjórapappír út af það. Og komstu þá til Íslands? Já, þá hætti ég bara í desember 64, þá ákvað ég bara, þá var ég búin að vera út í 2,5 ár. Þá vorum við nú að Friðrik var nú hættur þá 1,5 ára áður og við vorum að byggja hús út í Kópavogi. Þess vegna var ég lengur að senda bara peninga heim alltaf, sko. Já. En ég fer svo heim og bara hætti, sko. Já, en þú hættir ekki á sjó, fórstu á fiskiskip þá? Ég fer nú 1 túr á honum Selfossi til Bandaríkjanna í september 65 og það var þáttið frægur túr vegna þess
að þarna fer rafmagnið á öllu norðausturríkjunum í fyrsta skipti sem að það var bara blackout. Já. Við vorum í New Jersey og það bara slöknaði manna þar. Já. Og hvað hérna frægu túr þá hvernig var Já, þetta rafmagnsleysi. Já. Var erfitt að navigera þá inn eða hvað var? Nei, það var allt í lagi, við vorum með rafmagn sko þarna í New Jersey, við vorum lágað þarna í nokkra daga sko. Við losuðum fyrst frosinn fisk sem við vorum með á Selfossi, það var með fristilest. Já. Og síðan lestuðu við minnir að við höfum lestað fyrstu Bronco-jeppana sem komu hingað? Sem komu hingað, 66. Já. 66 módelið sko. Já. Það kemur út í september. Já. 65 sko. Gerðustu ísgerðamaður svo eftir þennan túra á Selfossi? Já, ég fer í það sko. Ég sko bróðir minn á undan minni í því sko með ísbúðin og lagalega 8 á ísgerðina. Svo nennir hann ekki að vera lengur með þetta, þá tek ég við þessu. Og að reka þetta í 6, 7 og 8 og þá þetta orðin ég búin að tífalda ísbúðina og gera hana mikill í gullnámu. En þetta rakst vel saman sko, ísgerðin og ísbúðin sko. Já, ég trúi því. Og svo seldi ég náttúrulega ísblöndu út Reykjavík, hver ís í Reykjavík var frá rjómaðskerðinu sko. Já. Á móti samsölunni sko. Kjörins var ekki komið sko. Varstu þá ekki farin að vaða í dollarum svona eins og áður á? Þetta gekk ljómandi vel en ég var ekkert að slána eftir sig. Við vorum bara hérna inn á Laugaleiki í litlu herbyggjum ísgerðin og ég var með plönum það að fara að byggja yfir ísgerðina. Já. En svo það bara kall faðir minn. Hann var nú, mamma var orðin sjúklingur, hún fer nú í svona þunglindi og þá hljóp kallinn bara í burtu og svo ég tek hann undir minn vendavæng og hérna og hann ákveði svo hann við taka ísbúðina sko. Já. Og það náttúrulega bara gekk ekki sko. Nei. Ég var ekki með eitt leigusamning vegna þess að hann, þegar ég tek við þess að honum þá segir hann, já ég vil bara fá mína leigu sem að fekk sko ágætisleigu og þú átti fyrirtæki og hann ól mig upp með það sko að hjá honum hans kynslóð væri talað orðsam og skrifað þannig ég gerði engan skriflega samning sko. Akkurat. En svo náttúrulega stendur hann bara ekkert við þetta sko og þá ég nú hann voru búin að innbráða svo árið áður og ég tók nú ekki svo mikið mark á því en allavega á innrétta ég þarna opna grillstað og ísbúð upp í Austuveri. Já. Það voru sprutt 68. Já. Og skýrði þann stað grill inn. Þetta var, ég var nú alltaf tóttið amerikaniservaður sko. Og ég rek það í 5 ár. Já, eftir þetta og með þá líka Nei, ég missi Laugalækinn sko. Þú missir hann alveg. Já, og það átt að bakka upp þetta. Kastaðist ekki gekki þá milli þín og kallsins út af þessu? Jú, ég sagði en þegar hann dræpist þá takk ég ekkert eftir hann og ég stóð við það. Já. Þú hefur áframhaldið að... Já, hann var skilin við mömmu og ég... Og þú tókst utan mömmu þína þegar hún eftir skilin? Já, og þannig lendi ég með Laugalækinn sko, hún átti sko 70% í húsnæðinu þar. Já. Þegar ég skipti á milli þeirra sko. Akkurat. En hann átti Jörg litla Kálfalæk austur á Mýrum og hann átti Hvalseyjarnar og ýmislegt sem hann átti kallinn sko. Ég let hann bara hafa það. Já. Herðan, þú rækst þetta í 5 ár og fórstu svo sjóin eftir það aftur eða hvað gerist? Já, ég Sko, ég orðin bara leiður á þessu sko. Já, þú varst bara komin leið á þessu rekstur. Já, ekki kulnun í starfi eða eitthvað svona. Og ég fer hitta Garðar Þorsteinsson sem var nú hérna fyrir hennara þinn. Já. Hann stýrimaður Ríkisskip og við vorum bestu vinir sko. Já. Og hann stýrimaður á Herjólfi, Vestmanna Herjólfi fyrsta. Og það vantar, ég hitti Jón Eyjólfsson sem seinna var skipstjóri líka á Herjólfi. Hitti hann í Austrætinu, ég var þá með Ísborg í Austræti. Og þá
kemur Jón Eyjólfs til mín og segir, heyrðu Markus, með bráðum vantar aflýsningu og Herjólfi, þetta janúar 74. Já, ég skal fara. Ég var múin að segja hún á Garðar að ég var alveg til að skreppa á sjóin. Já, komið hundlið á grillinu og ég að leysa þarna alveg þangað til að ég verum í Þorlákshöfn í sjálfsagt í september mánuð eitthvað svo leiðis. Það var Skafti Skúla þar á bryggjunni. Já. Og segir svona við mig, heyrðu, Jón Eyjólfsson ekki þetta? Nei, ég að leysa hann af. Og þá segir hann, heyrðu, hvað með það? Ég viss hann áttu nýtt skip, Hvalsnesið, sem hét síðan Vesturland. Ok. Já, alveg nýtt skip. Og mig vantar stýrimann. Og ef þú kemur þá verður þú fljótlega á skipstjóru. Já, ég klár. Og ég fyrir út 10. október til Englands. Fyrir á Hvalsnesið og ég mánuði þar á borð, þá var Jón skipstjóru þar. Já. Því að Skafti var að smíða, það var verið að raðsmíða skip einhver Gríklandi gegnum með Normann, Fredrik Oddfjell, sem var yngsti sonurinn í Oddfjell fjölskyldunni og var eitthvað, átti vist ekkert að vera að fikta í skipasmíðum, það voru eldri bræðurnir voru því. Já. En allavega það endaði með því að olíukrísan kemur, 73 sko. Og þá rúluðu mörg, sko, þá dróst svo saman shipping, sko. Já, bara rúluðu nokkuð reddir í einu yfir. Já. Og meðal annars Fredrik Oddfjell. Já. Þannig að Skafti fékk aldrei skipið sem átti að heita Alsnes. Nei. Sem var 2500 tonna skip sem þau voru að smíða þau í Gríklandi. Og svo var líka gríska byltingin, þú veist. Já. Herforingarnir tóku hérna röktu kongin í burtu. Það er ýmislegt sem spilar inn í svona lag. Það gerir það, sko. Þegar ég átta mér sérstaklega því ég tala við svona mikið sildan mann eins og þig að sko atburðir langt út í heimi geta haft áhrif á bara sko vinnu starfsferil hjá einhverjum á Íslandi, sko. Já. Bara lífið allt breytingum hátt. En ef við draugum þetta svona svolítið saman, þá ef ég mann rétt, þá, sko, þú varst heiðraður nefnilega á sjómannadaginn fyrir 2 ára síðan. Já, ég þorði ekki að vera með merki í jakana hérna. Þú var sæmdur heiðursmerki sjómannadagsins 2023 og ég naut þess heiðurs að fá að nælu svið þig og ef ég man rétt þá vorum við sko að segja þetta væri tæplega svið. Nei, var það ekki ráðherra hún Svavarsdóttir? Svandi Svavarsdóttir flutti ræðu, það var ég sem að nældi í það, verði ekki að taka það af mér hérna. Hún sagði nú við og þau voru eitthvað sko vinstri sinnu hérna tengdasonu minn og hún sagði við hann ég held ég átt að einhver 88 ára gammal menni sem átt að fá merkið. Já. En þá minnum við sko að við höfum talað þetta var sko hátt í 70 ár til sjó sem að tæki frá upphafi og til enda. Að því að er ekki bara 2-3 ár sem var síðast að sigla. Ég var nú alveg 8 ára í landi, sko. Já, þú varst að sigla síðast bara fyrir... Frá 66 til 74 er ég í landi. Já, en ég segi þú varst að sigla bara fyrir, 2-3-4 ára síðan, eða ekki? Varst ekki að fara með... Já, það er 2 ár síðan. Þá fór ég með honum hérna sem er... Djöfulan stendur og ég man ekki... Já, ég fór sem stýrimaður hjá honum. Já. Við fórum með Janus í Panamaskurðin og upp til norðvestu Mexíkó, þar sem að Janus er að veiða sardínu fyrir túnafiskeldi. Já. Þegar þú fórst til heimilislæknisins að fá fá læknisvottur út af endurnýjun á skipstjórnarréttindum, var hann ekkert hissa þegar hann kíkti á kennitöluna hjá þér? Nei, það held ég ekki. Þú ert merkilega hress, það er það sem ég er að segja. Ég er alveg fylghröstur, sko. Já. Ég get alveg rifið kjaftan þá. Já. Ég heyri það. Er ég að skynja rétt að þú sést ekki allt og sáttu við hvernig fyrir er komið stýrimannaskólanum í dag, eða hvað? Nei, ég
já, með tækniskólan já, maður náttúrulega heldur upp á þessa byggingu líka, þetta náttúrulega alveg ég meina sko húsið húsið, að flytja úr því og svona já, og það er náttúrulega það er náttúrulega sko það sem við ættum að gera við eigum náttúrulega bara að taka eina hæð í skólanum og gera hana bara safni já sko við eigum ýmislegt, ég er nú með lítið sko svona siglingafræði safn heima hjá mér já og við eigum að það er til fullt af alls konar dót út allt sem að það væri alveg hægt að fylla hérna eina hæð og síðan er þetta að nota skólastofuna til að lána þær ýmsum félögum, stofnunum og svoleiðis til að reyna að nýta þetta eitthvað sko. Manstu hvað voru margir sem útskrifuðust með þér í árgangi? Við vorum 9. Þið voru 9? Já, við vorum bara 7 í öðrum bekk. Já. Svo koma 2 sko, Reynir og hann og Ólafur Vilbergsson, þeir koma úr fiskimanninum sko, upp í, við erum 9 í 3. bekk. Já. Og ég náttúrulega naut þess að við vorum svona fáir. Þegar ég sá að það voru útskrifast núna 8 úr bæði sko fiskimanna og farmannadeild samtals. Já, hugsaður, þarna voru, ég man ekki hvað þeir voru yfir 20 í fiskimannadeildin. Já. Held að hafa nú verið bara 1, en þarna var á sama tíma er komið að margir að þekktustu aflamannum í Íslands höfðu aldrei farið í skóla. Já. Og þeir eru skipar á skólabekk þarna námskeið á þessum tíma sem að við erum í skólan og sáum við þessa aflakonga. Já, voru þetta þá aflaskipstjóra sem og kröfuna voru ekki þess eðlis áður að þeir þetta verður með skipstjónaréttindi? Já. Það var til að láta að hafa eitthvað. Sertifikat. Já, þetta er svona. Nú á að flytja sjómannaskólan eitthvað annað og ég veit ekki hvað á að gera við húsnæði. Katrín Jakobsdóttir var með einhverja hugmyndir að breyta því eitthvað. Ég veit ekki hvað sko. Eða eitthvað. Ég held að við getum ekki, við þurfum að fá vélstjóran og lósketamenn og alla með og við þurfum að taka bara eina hæð, best að taka bara stýrimannahæðina. Já. Og endilega hafa náttúrulega vélstjóruna með. Já. Og lósketamenn og kokka og helst alla bara með. Já. Safna öllum þessum félögum saman og fá eina hæðin og gera þarna hólið skemmtilega og gangana og stilla upp alls konar tækjum og tólum og myndum og svoleiðis að þetta er fullt af fínum málverkum og allt þetta er allt meira og minni í einhverju geymslu. Já, búa til flott safn bara á heilli hæð. Já, búa til taka eina hæð í gott safn og þetta eru sko sterk félög ef þau koma saman. Já. Og við erum allir, bæði sjómannastjættin, hún er náttúrulega þrælsterk í dag og við erum með ábyggilega kalla sem myndu stiðja við bakið á þessu Guðmundur í Brim og svona, mér skilst að hann sé mjög jákvæður ef menn leita til hans og allt mögulegt sko. Já. Og svo eru við gamleir kallar hérna, við erum allir ágætlega stættir, okkur menur ekkert að skutla þetta í miljónin í þetta sko. Já, það er hérna nú gaman að svona köllum eins og þér eins og þú ert nú í félagskap sem heitir Tekið í blökkina. Já. Gamli síðutógara kallar. Já. Hvað eru það að gera þið í Tekið í blökkina? Hvað segðu mér, þið hittist einu sinni í mánuði það ekki? Jú, við hittist einu sinni í mánuði og við erum að hittast hjá þér. Já. Og við erum bara að ræða daginn og veginn og svo erum við að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svo. Eru þið bara að rifja upp gamla tíma eða er það að velta ykkur upp úr því hvernig samfélagið er í dag eða hvað? Nei, byttu fyrir þér maður. Hvenær? við erum ekki, sko, ég tala nú ekki manni eins og mig sem er búin að þælast út allan heim. Já. Að Ísland er í svo góðu máli að það skiptir engu, hér er lýðræði, sko. Já. Og skiptir engu máli, allt til að leyfa hérna, komunum að stjórna smá tíma hérna, þá fáum við hægri menn svona að taka til á eftir, sko. Og þeir hafa nú gert margt gott. Já, mikil ósköp, þeir börðust, þessi kallar börðust hart fyrir launatöxtum, launa fólksins og allt eftir því, sko, og auðvitað
við sem vorum hærri í stiganum við fengum alltaf prósentuna bara á eftir. Já. Ertu sérst að þú ert að segja mér að þú sést hægri maður og þú ert ánægður með vinstri mennina því að þeir berjast fyrir kjörum þeirra verst settu og það hafði jákvæð áhrif á þig? Já, það var svo þeir voru svo helviti mælskir, Einar Olgjesson, hann var svo hrinskotabissa. Svo var náttúrulega annar hægri maður á móti, það var Ólafur Thors, hann var náttúrulega alveg stórkostleg, hann var svo mikill humoristi sko. Er einhverju svona menni að konur í dag í opinberri umræðu? Það hlýtur náttúrulega að vera sko, en það bara svo mikið, það náttúrulega það ekki fyrir eins miklu að berjast eins og var hérna áður sko. Nei, en ég meina sko, einhver sem að gæti fyllt í þá skó sem að þeir verndu hérna, Óli Thors og aðrir. Sko, ég held við höfum ekki fengið almennilega mann síðan Davíð Oddsson var þetta. Já. Hann gat nú aldeilis, var með kjaftin fyrir neðan nefið og skemmtilegur. Já, og sildi, hann var eins og Nelson, sildi þvert á franska flottan. Og svo sökti. Já, það er alveg rétt. Já. En hérna, varst ekki kátur með Bjarna? Jú. En það er náttúrulega Davíð sko. Við erum að bíða eftir sko, næsta sko. Hann fór í sporun á Sóla sko. En við verum að bíða eftir að einhver komi í sporun á Davíðs. Já, ekki nema kjósi bara rautt og bara skiptir lið. Hún flott, hún Kristrún eða ekki? Já. Jú, hann leiklega sko. Já. Þetta bara í góðum gýr sko. Já. En það enginn sem að getur bæði verið svona leiðtogi eins og Davíð var og verið fyndinn og sagt brandara sko, því hann var enginn góður í því. Já, hann gat það. Já. Það var eins og þegar hún, hvað hét hún, var það ekki dóttir Tryggva Ófess sem fór í matvælasvelti út af einhvern var að mótmæla einhverju og fór í svelti og það var borðið til Davíð og þá sagði Davíð, mér kemur mataræði fólks ekkert við. Já. Og þar með var svelti búið. Já. Jæja. Markus, hvað tekur við hjá núna þegar við erum búin að spjalla saman? Hvað ertu að gera svona á daginn yfirleitt? Já, ég nú Ertu í vinnu? Nei, hvað enginn sem maður færi ekkert svoleiðis. Sko, nýraði hver aldrei að fara að ráða nýraða mann til að sigla skipi. Já, þú fórst að sigla fyrir 2 árum og gerði það helviti vel. Já, ég var 88 ára þá. Já. Nú er nýraður og ég held að maður sé koma bara með rautt strik. Ertu ekki með réttindin, gild réttindi? Nei, þá þarf ég náttúrulega að fara í Slysvöldaskóla. Ég myndi gera það í kveld ef eitthvað byðist. Ég ekkert að fara að henda 500.000 í það eða meira. Nei, við nýtum tækifæri núna í þessu spjalli og auglýsum hér með eftir hérna góða atvinnutilboði. Góða plássi. Já, því lengra því betra. Og ef það þarf að ferja skip til Ástralíu þá gerir ég það bara fyrir flugfæri heim sko. Ég þarf ekkert kaup sko. Þetta frábært, þú ert virkur og ég veit að þér hérna fellur ekki verk úr hendi, þú ert alltaf eitthvað björstraðið ekki. Mér finnst ég ekkert vera gamall, ekki neitt, ég keiri alveg eins og ég gerir, það keir strætt. Já. En hérna ég er nú farin samt að halda mér svona ekki mikið, helst ekki mikið yfir 90 sko. En hérna í gamla daga þá náttúrulega malavegirnar og þetta þá var maður alltaf á 140 og þeir komast ekki raðabílarnir sko. Já, þú ert spennufíkill. Já, þá var enginn að fylgjast með þessum. Nú er ég nefnilega ég keyrði sko vestur á Grönd í Kolbeinsstaðarhreppi, það voru 185 kilometrar og keyrði þá slettum 2 tímum. Það er eitthvað 95 kilometra meðalhraði. Sko, núna þegar þú nefnir þetta, spennufíknina og hraðafíknina, þá rifjast upp fyrir mér. Þú tókst hérna flugmannsréttindi það ekki? Jú, ég er með á 300 tíma. Já, í Sóló eða? Á Cessna. Cessna Hawk, það var 6 cylindra vel með innspýtingu, svaka flott hérna, það klifra bara svona á henni og voru með skilu áttum hana 4 saman, það voru með skilu út á besta staði Reykjavíkurflugvelli
og það var á tímabilinu 81 til 89 Já. Þá var sko félagskapurinn búinn sko, þetta byggir svo mikið á félagskap allt sko Ok. og hinni voru búin að selja svo út úr félaginu og þetta var bara búið sko. Ok, já, það er ómögulegt að vera að standa í þessu einn eða ekki. Já, þetta það er eins og í öllu. Já. Það er félagskapur sko. Það er félagskapurinn. Já, þú ert félagslindur. Markús, ég þarf eiginlega bara að fá þig aftur í svona spjall, en ég ætla að slúta þessu núna og þakka kærlega fyrir komuna. Já, þakka þér sömuleiðis, þetta var bara gaman.